Davíð, það 2-0 sigur. Hver bara svona þín sýn á leiknum? Mikil orka, báðum liðum. Já, bara, ég veit eiginlega ekki alveg hvað ég segja. Bara ofboðslega mikil orka og ég var svona einhverju leyti, sérstaklega undir lokin, ég vissi ekki alveg hvort ég ætti að vera svona ánægður með orkuna því að mér fannst við geta verið með aðeins meira kontról á leiknum, manni fleiri og í 2-0 stöðu, en bara ánægður með liðið heilt yfir. Gríðarlega erfitt að spila á móti liðið, þú ert orðið manni fleiri sem einhvern veginn lent undir og hefur einhvern veginn enga tapa og þeir einhvern veginn henda öllu í andlitið á okkur og það var bara erfitt að díla við það. Mér fannst við díla við það óbáslega vel og mér fannst Njarðvíkurliðið sína á köflum í leiknum alveg óbáslega kraftmikla og góða frammistöðu. Bara hátt tempo á boltanum og mikil hreyfing á liðinu, mikið aggression og við spurðum varnarlínu fylkismanna fullt af spurningum og létum að verjast bara í hálfgerðri nauðvörn á tímabilið, þannig að ég er bara mjög ánægður með leikinn heilt yfir. Fylkismenn alltaf missa mann út af öll í miðbik fyrri hálfleik, fannst svona leikurinn svona í ykkur jafnvægi fyrir það eða fannst það svona breyta? Já, ég held að leikurinn hafi verið í ykkur jafnvægi fyrir það. Mér fannst bara einhver tappi losna í Njarðvíkurliðinu eða hjá okkur þegar við náum að skora fyrsta markið. Þá fannst mér bara einhvern veginn losnum öll beisli liðsins og bara eins og ég sagði áðan, bara frábær frammistaða. En auðvitað það afdrifaritt þegar fylkisliðið verið manni fleiri, en bara hrós á það, þeir sýndu óbúslega agaðan og sterkan og góðan varnarleik og þeir náðu einhvern veginn að halda þetta út lengi. Þannig að bara mjög gott lið fylkismanna og eftir að koma út í hálfleikinn ætluðum við að halda ákveðinni og halda tempóinu og mér fannst við líka bara gera það mjög vel. Við vissum alveg að þeir myndu fara í löngu boltana og reyna að vinna seinni boltana og henda leiknum svona einhverju leyti upp í aðeins chaos. Þeir höfðu engu að tapa og ég bara ánægður með það heilt yfir hvernig við díluðum við það. Eins og ég sagði áðan að stundum vill maður einhvern veginn hafa ró og manni fleiri og komin yfir, einhvern veginn stjórna leiknum bara og láta boltan ganga og láta þá hlaupa og svona, en það var bara óbærslega orka í liðin okkar og okkur langaði meira og þannig að ég er bara heilt yfir ánægður með þetta. Það er skorið bara rétt fyrir hálfleik, myndu segja að markið hafi komið bara á fullkomnum tíma? Já, bara auðvitað, það er erfitt einhvern veginn að fara inn í hálfleikinn og þeir fá reyndar hotspinni hérna bara alveg undir lok hálfleiksins ef ég man þetta rétt og mér fannst það svona einhverju leyti óþægilegt, en já, bara frábær tímasetning, hvenær sem tímasetningin er til að skora mörk sko. Mér er alveg saman hvort sé rétt fyrir hálfleik eða hvenær það er, við bara skorum mark og það losnaði eitthvað tapa hjá okkur og ég var bara ánægður með það. Svona fyrsti sigurinn komin á töfluna, er ekki svona gríðlega svona, ég ætla ekki endilega að segja léttir, en er ekki svona alltaf svona fyrsti sigurinn alltaf erfiðastur? Jú, það er alveg þannig, en ef við horfum tilbaka bara eins og á Þróttaraleikinn, þetta er algjör 50-50 leikur, þar sem að við erum bara öll tölfræði er okkur í hag og við sýndum bara góða frammistöður. Eini munurinn á liðunum hjá okkur og Þrótti í þeim leik var auðvitað bara þeir kláruðu færi sín. Jafnleikur XG séð, þú veist, við erum svipamörg skot á marki, við erum með fleiri hotspinnu, við erum meira með boltan og svo fyrir við í Grindavíkurleik sem við erum með sem liði 550 sendingar, 460 heppnaðar sendingar. Dómarinn leikinn í 65-70% í possession, auðvitað vantaði biti sóknarleikinn okkar þar, við getum ekkert falið okkur á bak við það, en heilt yfir horfi ég bara tilbaka og sé vaxandi í liðinu og ég hef bara fulla trú á þessu liði og mér fannst þau sína eins og ég sagði áðan í byrjun viðtalsins, mér fannst þau sína kafla í leiknum þar sem ég held bara að það verði mjög erfitt að ráða við okkur en enn og aftur það eru bara 3 leikir búnir í mótinu og við verðum bara að ná að vaxa inn í mótið og verða ennþá sterkari og þetta er fyrsti sigurinn og nú ætlum við bara að vinna næsta leik sem er á miðvikudaginn á móti Aftureldingu, þannig bara horfi ég á þetta, 1 leik í einu. Eins og segir, náttúrulega mæta Aftureldingu í næstu viku í bikarnum, því náttúrulega eru 3 ríkjandi bikarmeistarar í Njarðvíkurliðinu núna. Þannig að þú væntanlega horfir í bikarinn með svona kannski öðrum augum heldur en margir aðrir. Nei, ég gera það ekki. Ég horfi á hana leik bara sem erfiðan leik á móti Aftureldingu og ég ætla mér að vinna þann leik eins og alla þá leiki sem ég fer í. Auðvitað er einhver reynsla þarna baki í þeim mönnum sem hafa unnið bikarinn en það er bara, ég ætla að vona að þeir ná að smita það út frá sér að við náum engum árangri nema bara leggja okkur alla í verkefnið og hlaupa meira en andstæðingurinn og vera betri en andstæðingurinn á öllum sviðum, annars átti ekki séns í eins og bikar, hann er ruthless og við erum bara að fara að mæta erfiðum andstæðing á miðvikudaginn og þannig bara horfi ég á það. Takk fyrir. Takk.